Lesblinda har haft áhrif á líf mitt í grunnskóla alveg mest og byrjaði aðallega í fyrsta öðrum bekk þegar við vorum að læra að skrifa og snýri öllu við og þannig. Lesblinda hefur haft áhrif á líf mitt sko, á margan góðan og sem sagt það byrjaði náttúrulega því að stuða mig mjög. Þannig ég þurfti bara að hafa meira fyrir því að hlaupa hraðar og gera sem þetta gera og svona en ósigrarnir voru margir hann til að byrja með sko. Þegar ég lít svona einhvern veginn tilbaka sko og pæli hvernig lesblinda hefur haft áhrif á líf mitt að þá svona einhvern veginn sko kemur fyrst og fremst upp í huga mér svona einhver húmor. Allur misskilningurinn. Það var bara sett mann hos fólki sem átti erfiðara í námi. Vorum öll sett saman í bekk. Það var eiginlega eina sem skólinn gerði sko. Mér finnst ekki mæta skorti á skilningi varðandi lesblindu en mér finnst ennþá sko samt finn ég alltaf svona ástæðu til þess að skammast mér aðeins. Já, það var erfitt að mæta í dönsku og veist, ég varð að lesa fyrst því að ég gæti bara farið heim og þýtt fyrstu 8 setningarnar og svo gæti ég lesið fyrst að ég gæti klárað það sko. Síðan, þannig að ég spurði bara kennarann, má ég ekki lesa fyrst, má ég ekki byrja til að koma því frá því að vanlíðan var svakaleg sko fyrir tíman. Ég mjög svona æðrulaus einstaklingur og þegar ég segi æðrulaus þá er það kannski bara svona fallegt orðið yfir að vera kærulaus. Sko maður alveg heyrt sögur þetta hefur auðvitað eitthvað breyst. Þetta var kannski orðið svona viðurkenndara en það var ekki mikil hjálp sem maður fekk kannski. Það var sagt ok, þú ert lesblind en sem var ekkert gert, það var ekkert eitthvað frekari fengi meiri aðstoð. Núna náttúrulega notar maður internetið svo mikið, Facebook og allt þetta. Og ég náttúrulega skrifa eins og ég sé sko í, þú veist, öðrum bekk sko. Ég opinn og hress og þægilegur, jákvæður. Mér finnst þetta og svo finna þessa hina vinkla á hlutunum. Ég hef alltaf, það finnst mér ég hafa grætt á lesblindunni sko. Að lesblindan, hún svona einhvern veginn gefur manni space til þess að hugsa hlutina aðeins öðruvísi. List og hönnun, þannig að sjá í myndum. Og þú veist, já, sjá hlutina meira fyrir sér kannski. Mér langar í hönnunanám og ég held að það sé alveg partur af lesblindunni. Hvort það sé kannski bara persónan eða lesblindan. Það held ég að lesblindan að gefa mig kannski eitthvað sem ég með. Vertu bara jákvæður, gerðu þitt besta. Að nota það sem þú hefur og gera gott úr því. Já, vera skapandi. Eina blaðsíðu á dag, fást í góðum málum. Gerð þessa myndskeiðs er styrkt af minningarsjóði Ingibjargar R. Guðmundsdóttur fyrrum stjórnarformanns SVFS.